Í fréttum þetta helst. Tekið verið viðtal við Guðmar Leif, fornleifafræðing, og spurt sögu veiðimýtanna. Daginn kæru áhorfendur, við erum að starta með Guðmar Leif, fornleifafræðing, og við ætlum að taka stutt viðtal við hann sögu veiðíta. Góðan dag, Guðmar. Blessur. Nei. Þú hann sagt okkur frá félagsmótunni en á veiðum. Það sem við höfum hérna með okkur er útskýring með því að félagsmótunin fór eiginlega aðalega fram á heimilinu og það er svona með því mesta sem við vitum. Krakkarnir voru eiginlega bara frjálsir. Þetta er ekki svona vernda umhverfi eins og er núna. En þú veist, já, þetta er það sem við vitum. Flott þetta. Hvernig vorum við svona viðmið og gildi í samfélaginu? Þú náttúrulega sagt okkur frá þeim. Já, að gefa okkur nokkuð dæmi. Já, ég með hérna nokkuð dæmi. Það var ekki leyfilegt að drepa mann sem kemur úr sama þorpi og þú veit, þú varst. Eða við saman bæ, skilur við. Já, ég skil þig. Eins og ef þú byrjir í Mosó, það var ekkert frá að drepa mann í Mosó. Já, skilur við. Góð myndling. Já. Og svo eru hérna við með sko, nokkrar refsingar líka. Ef þú brýtur á þér, eða eitthvað þannig. Og þetta er mjög stórt brot, eins og drepa mann, eða drepa fleiri neitt. Það var bara útlaga mói, sko. Og ef það er minni, þá væri það bara sekt, myndum við að halda, þá væri það þannig. Það er alltaf það sem allar upplýsingar okkar hafa tekið eftir að þeir voru svolítið mikið þannig. Allavega í þessi ritum og svona. Við fundum okkur rit fyrir ofan Langjökul. Við fundum beinagrind og þar undir beinagrindinu var kista með fullt af einhverju skipti. Heyrðu, áhugavert. Jæja. Sýnaði voru sem verkaskiptinguna. Segðu okkur aðeins frá henni. Sko, þetta var bara, verkaskiptingin þróaðist ekkert, hún var bara alveg eins og á miðöldum. Þar sem konur voru meira eiginlega bara heima og þar á meðal að elda, þrífa húsið og allt tengist heimilisstörfum. En svo vorum við að vita fyrir að þetta var bara alveg eins og að miðöldum hjá körlunum. Þar sem að þeir voru úti, vinna, halda heimilinu, þú veist, fyrir pening, mat og allt það. Heyrðu. Þetta var svolítið svona snill. Við þökkum fyrir viðtalið við Guðmar á meðan við horfum á myndband á honum og labba heim til sín. Hann fer út hurðina. Venjulegur dagur hjá Guðmari. Já, Guðmar. Vertu sæll.